Já, velkomin á fund bæjarstjórnar nr. 556. Í dag 4. september 2025 og klukkan 5, rúmlega. Mættir eru Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanni Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Einarsdóttir, Sædís Ólöf Þórusdóttir, mætti fyrir Elisabeth Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynjólfsdóttir, Þorbjörn Halldór Jóhannesson. Starfsmaður fundarins er Bryndís Ósku Jónasdóttir. Forseti óskar eftir að taka 2 mál inn með afbrigðum með heimild í 16. grein bæjarmálasamþykktar sem er nr. 3 og 4 á dagskrá. Reglur Ísafjarðarbæjar kjör og starfsaðstæður kjörinna fulltrúa, erindisbréf yfir kjörstjórnar og undir kjörstjórna. En málin voru tekin fyrir á fundi bæjarins mánudaginn 25. ágúst 2025 og vísa til bæjarstjórnar en fjalli fyrir mistök út af boðaðri dagskrá. Ég legg þá til upp til atkvæða og það er samþykkt, þannig að setja það inn. Fyrsta mál á dagskrá er Eyrarskjól Hjallastefna rekstur leikskóla tillaga frá 28. fundi skóla íþrótta og tómstundanefndar en fundur var haldinn 27. ágúst 2025 að bæjarstjórn samþykki nýjan samning við Hjallastefnu rekstur leikskólans Eyrarskjóls en samningurinn gildi frá 1. janúar 2025 og orðið er laust og Nanni hefur beðið orðið. Forseti bæjarfulltrúar, gaman að sjá okkur eftir sumarfrí. Það komið vel haldinn úr þessu góða sumri sem var hérna hjá okkur, sínu betra heldur en síðasta sumar. Þannig að allir eru útiteknir og hreystu uppmálað. Mér langar þess að ræðum hérna þjónustusamning sem við vorum að leggja hérna fram við Eyrarskjól frá Hjallastefnuna rekstur á leikskólanum Eyrarskjóli. Ánægjulegt að við séum komin hingað með hann samning því að hann hefur verið í vinnslu síðan 2018 og hérna ýmsu verið velt upp á því tímabili. Hann hefur verið það hefur verið rætt hvernig eigi að reikna út barngildi, hvernig eigi að reikna út dvalargildi, hvaða upphæðir eiga að miða við í tengslum við starfsmannahald, menntun kennara versus ófaglærðir starfsmenn leikskólans og annað slíkt og þetta hefur bara tekið tíma. Það hafa einnig verið skipti á sviðsstjórum á skólasviði og annað slíkt sem hefur kannski tafið þetta en ég verð að segja að núna síðustu 2 árum hefur þetta verið tekið föstum tökum. Og við erum komin hingað með samning sem er ásættanlegur. Ég get bara því miður ekki talið upp alla þætti sem er verið að breyta í samningnum. Ég held að það er ekkert svo mikið. Þetta var aðalega spurning rekstrarformið sjálft, hvað við erum að borga Hjallastefnunni og hvað við erum að fá fyrir það sem við erum að borga. Tvennt þó sem var ekki síðasta samning og er alveg nýtt. Það er annars vegar það að ef að Ísafjarðarbær fyllir ekki leikskólan og óskar ekki eftir því að leikskólinn haldi eftir einhverjum plássum fyrir sveitarfélagi til þess að geta þá fyllt hana börnum síðar, þá hefur Hjallastefnan heimild til að bjóða börnum úr öðrum sveitarfélögum pláss í leikskólanum. Ísafjarðarbær borgar að sjálfsögðu ekki fyrir þau börn, heldur munu þau sveitarfélög sem eiga þau börn að lögheimili borga fyrir þau börn. Þannig að við ræddum þetta svolítið fram og tilbaka og við sáum ekki að það væri eitthvað sem myndi skaða okkur sveitarfélagi sjálft þó að Hjallastefna fengi að setja, við erum alltaf með forgang á leikskólanum en ef að eins og það hefur komið fyrir að foreldrar eru að velja leikskóla, við erum með litla árganga að þá situr Hjallastefnan uppi með tóm leikskólapláss en er kannski búin að gera ráð fyrir því í rekstrarkostnaðinum sínum að hann sé fullur og þá hafa þau bara heimild til þess að bjóða börnum úr öðrum sveitarfélögum á kostnað þá þeirra sveitarfélaga til þess að nýta plássin af leikskólanum. Hitt sem er breyting og það er þá kannski, það er aðalega sem snýr að húsnæðinu að núna er það Hjallastefnan sjálf sem að sér bara þetta hefðbundna, ég ætla ekki beint að segja viðhald heldur að skipta ljósaperu og ef það þarf að setja krækjur í gluggana. Við þurfum ekki að senda starfsmann frá Ísafjarðarbæ í það verkefni. Og það var líka tók svona svolítið tíma í umræðinni en
við erum allan að koma með samning sem að hérna skóla íþrótta og tómstundamennefnd sátt við og lagði til að það lagt fyrir bæjarstjórn að samþykkja þennan samning. Það sem þetta hefur aðeins dregist þá á þessi samningur að gilda frá 1. janúar og ég held hér síður á fundunum lagður fram viðauki vegna þess að reiknislíkani nýja mun gilda frá 1. janúar. Takk fyrir. Takk, Nanný. Fleiri sem vilja taka til máls? Kristján, svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ein spurning varðandi hérna, ég gat ekki séð svarið við því að bjóða úr öðrum sveitarfélögum. Nú eru árgangar mjög misjafnir og ákveðið mörg pláss þarna. Ef að barn fær inn úr öðru sveitarfélagi 2 ára, fær það pláss til 1 árs eða fær það pláss til 6 ára ef að foreldri óskar eftir því og þá alltaf einu minna þá getur barnið útskrifast. Ég bara náði ekki að sjá það almennilega út úr samningum, þannig ég ekki viss ef ykkur veit svarið við þessu. Kristján, Nanný, beðið aftur máli. Nei, það gert ráð fyrir að það sé í leikskólanum þá þangað til foreldrinu segja plássinu upp til 4 ára aldurs, þangað til að fara á tanga, af því þau fara á tanga 4 ára. En á sama tíma ef að barn kemur inn 1 árs þá reiknast það sem 2 bargildi en þegar það er orðið 4 ára þá það 1,1 bargildi 5 ára. Þannig að síðasta skólaveturinn sinn í leikskólanum þá það orðið færri bargildi heldur en það var þegar það byrjaði. Þannig að það tekur ekki jafn mikið pláss. Þá það takir sannarlega meira pláss. Takk, Nanný. Fleiri sem að leta ekki til máls. Svo ekki leggi þetta tillöguna til atkvæða með ekki að merkið samþykka þessu. Og þetta samþykkt samhliða. Þá það annar mál á dagskrá, það eru öryggis- og umgengisreglur og sundstöðum Ísafjarðarbæjar tillaga frá 28. fundi skóla íþrótta og tómstundunefndar en fundur var haldinn 27. ágúst 2025 að bæjarstjórn samþykki öryggis- og umgengisreglur og sundstöðum Ísafjarðarbæjar. Og orðið laust þessum lið. Já, Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur, gaman að sjá okkur aftur eftir sumarfrí og Nanný, þú ert brún og selleg þrátt fyrir að hafa sinnt skrifstofustörfum stórum hluta sumarsins. Hér eru umgengnis- og öryggisreglur. Þetta eru ég verð að viðurkenna, ég kemur svona fremur illa undirbúin í þetta en ég vaknar hjá mér spurning. Við vorum búin að fara yfir sambærilega reglur sem að tengdust íþróttahúsum bæjarins og þá gerðum við breytingu á drögum þess efnis að notkun snjallsíma var ekki beinlínis bönnuð heldur bara myndavélafunksjónar þeirra. Í þessum drögum gert ráð fyrir að allir símar og snjalltæki séu bönnuð með húðahári og með þess að orðinu stranglega skeitt í það. Sem mér finnst óþarfi. Ég held að þetta snúist að særi ekki bleiðunarkennt fólk með því að taka myndir en það að sjá hvort að maður hafi fengið SMS í klefanum ætti ekki að vera brot á neinu almennu velsæmi. Annað mál að þarna fólki bent á að nota læsta skápa. Ég veit ekki til þess að það séu læsti skápar í sundlauginni við Austurveg en það kann að vera að það sé í afgreiðslunni en þá held ég að orðalagi mætti taka til þess. Ég mun þrátt fyrir þessar athugasemdir samþykkja þetta vegna sem ég tel að þetta séu smávægilegar breytingar sem ekki eiga að stoppa málið. Takk fyrir Gylfi. Fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki byrja þetta upp til samþykktar með ekki merki og þetta samþykkt samhljóða. Og þriðja mál dagskrá að reglur Ísafjarðarbæjar kjör og starfsafstöðu kjörinna fulltrúa. Það tillaga frá 1337. fundi bæjarráðs sem var haldinn 25. ágúst 2025 að bæjarstjórn samþykki reglur Ísafjarðarbæjar kjör og starfsafstöðu kjörinna fulltrúa með við enga breytingar á kjörum aðra en beina tengingu við þingfararkaup. Og orðið laust undir þessu lið. Enginn beðið orðið, þannig ég legg þetta til samþykktar með ekki merki. Og þetta samþykkt samhljóða.
Var það 4. mál erindisbréf yfirkjörstjórnar og undirkjörstjórnar 2025 tillaga frá 1337. fundi bæjarráðs sem fundur var haldinn 25. ágúst 2025 að bæjarstjórn samþykki erindisbréf yfirkjörstjórnar og undirkjörstjórnar. Orðið laust og enginn beðið um orðið en ég legg þetta til samþykta með ekki merki og þetta er samþykkt samhljóða. 5. mál á dagskrá hitaveiturlögn frá Skógabraut að Skeiði, umsókn framkvæmdaleyfi tillaga frá 657. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 28. ágúst 2025 að bæjarstjórn samþykki að heimila útgáfa framkvæmdaleyfi samkvæmt reglugerð nr. 772 frá 2012 fyrir hitaveiturlögn frá jarðhitasvæðinu í Tungudal að kyndistöð orkubúsins við Skeiði 5 á Ísafirði í samræmi umsókn dagsett 19. ágúst 2025, teikning á lagnarleið dagsett 27. ágúst 2025 og afstöðumyndum sniðmyndum unnið að Eflu í júlí 2025 og orðið er laust. Gylfi, beðum orðið ekki svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér eru 2 mál sem eru nátengd og það er breyting á deiliskipulagi og sem er 7. mál og svo þetta 5. mál sem er framkvæmdaleyfi fyrir þessa lögn. Ég vil fagna þessu, það er gaman að sjá þetta potast í gegnum hinn flóknu lögformlegu flóknu lögformlegu ferla og ég vil einnig nýta tækifæri til þess að óska Patreksfirðingu til hamingju með heita vatni sem fannst á dögunum. Takk fyrir þetta Gylfi, fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki á legg þetta fram til samþykktar með ekki merki takk og þetta er samþykkt samhljóða. Og 7. mál dagskrá breyting á deiliskipulagi Seljalands vegna jarðhitaleitar tillaga frá 657. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 28. ágúst 2025 að bæjarstjórn samþykki breytingar á deiliskipulagi Seljalandshverfis á Ísafirði vegna nýtingar jarðhita í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123 síðan 2010. Uppdráttur með greinargerð unnin að ráðgjöfum verkís dagsett 25. febrúar 2025. Nefndin hefur farið yfir innkomnar athugasemdir og telur að ekki þurfa að gera efnislega breytingar á uppdrætt og greinargerð. Tekið var tillit til athugasemda náttúruminjastofnunar í vinnslutillögu. Orðið er laust undir þessu leið. Og enginn beðið um orðið en ég legg þetta til samþykktar með ekki merki sem eru sammála. Já, þetta er samþykkt samhljóða. Og komin 7. Málið er Holt 2 í Undarfirði, stofnun lóðar undir íbúðarhús tillaga frá 657. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 28. ágúst 2025 að bæjarstjórn samþykki að heimila stofnun lóðar undir íbúðarhúsið Holt 2 innan Holtsjarðar í Undarfirði í samræmi við merkjalýsingu dagsett 28. maí 2025. Orðið er laust undir þessu lið. Enginn hefur beðið um orðið, þannig ég legg þetta til samþykkt með ekki merki samþykkt. Og þetta er samþykkt samhljóða. 8. mál á dagskrá óskum breyting á aðalskipulagi vegna nýtingar á jarðhita í Seljalandi tillaga frá 657. fundi skipulags- og mannvirkjanefnd en fundur var haldinn 28. ágúst 2025 að bæjarstjórn samþykki breytingu á aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020 vegna nýtingar á jarðhita í Seljalandi á Ísafirði í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123 síðan 2010. Greinargerð og uppdráttur unnin að verkís dagsett 25. febrúar 2025. Nefndin hefur farið yfir innkomnar athugasemdir og telur ekki að þurfa að gera efnislega breytingar á uppdrætti og greinargerð. Orðið laust. Enginn beðið um orðið og legg þetta til samþykktar með ekki merki og samþykkt samhljóða. 9. mál á dagskrá afsal félagsins heimilisins og flatir og rekstrar og styrktarsamningur. Tillaga frá 1337. fundi bæjarráðs en fundur var haldinn 1. september 2025 að bæjarstjórn samþykki rekstrarsamning við Hollvinasamtök samkomuhússins vegna félags heimilisins á Flateyri með einskiptis styrk á árinu 2026 vegna endurbóta jafnframt tillaga að samþykja afsal hússins til Hollvinasamtaka samkomuhússins. Orðið laust undir þessu lið.
við Gylfi beðum orðið að gera sver. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér erum við að taka fyrir sölu eða gjöf á félagsheimilinu á Flateyri til hollvina félags sem að nýlega hefur verið stofnað. Og þetta mál á sér talsvert langan aðdraganda þar sem að bærinn hafði ekki sinnt þessu húsi með þeim sóma sem að það á skilið og ýmsar hugmyndir viðraðar það hvernig hægt var að koma því í not. Það barst til dæmis óskum að það yrði keypt eða það yrði selt og við það var farið að skoða þau skjöl sem að lágu til grundvallar eignarhaldi hússins og kom í ljós að þar var pottur brotinn. Í kjölfarið fórum við svo og auglýstum eða svona lýstum þeim vilja bæjarins að losa bæinn undan eignarhaldi á þessu húsi, annarkvort til sölu eða með einhverjum öðrum hætti og úr varð að þessi hollvinasamtök voru stofnuð sem að fá húsið án endurgjalds og mjög segja meðgjöf með. Það eru nokkur félagsheimili í bænum í mismunandi byggðakjörnum og þær eru alltaf mismunandi reglur sem að eru taka mið af sögu, aðstæðum, húsum öðrum í eigu sveitafélagsins, sögulegri notkun, fyrirætlunum bæjarins og hug heimamanna til notkunar húsana. Þannig að við höfum í þessu ferli alltaf, þrátt fyrir að ég sé almennt maður samræmis, þá höfum við ekki endilega litið á það sem svo að fyrirkomulag sem stuðst við annars staðar í sveitafélaginu eigi endilega að vera svona einhver eðlilegur útgangspunktur. Þannig að þetta er bara nýtt fyrirkomulag sem við erum að prófa hér, sem að ég hef fulla trú á að geti gengið vel. Við erum að fara að styðja mjög myndarlega við hollvinasamtökin til þess að gera við þetta hús á þá næsta ári og munum taka tillit til þess í fjárhagsáætlun. Og strax og þetta loforði komið frá bænum að þá geta hollvinasamtökin kannski farið að kaupa búnað og vörur með greiðslufresti og með öðrum hætti fara að undirbúa framkvæmdir. Þau eru nú þegar búin að gera talsvert góða greiningu á þessu og ég vona að þetta gangi vel og hef raunar fullviss að það muni gera það. Hollvinasamtökin muni þá líka hafa hag af því að koma húsinu í sem bestar þarfir og mestar þarfir með því að leigja það út og fá þá pening til þess að nota til frekar uppbyggingar og svo framvegis. Þá er einnig í þessu samkomulagi afsal á, eða þarf að segja bærinn er að gefa ýmis opinber gjöld, þannig að reksturinn ætti ekki vera þungur allavega af hálfu bæjarins. Félagsheimili geta, ef að vel er að málum staðið, verið hjarta hvers byggðarlags og ég held að sé þá einstaklega farsælt ef að það eru hollvinasamtök og íbúarnir á staðnum sem að standa á baku það. Eitt annað atriði sem ég vil nefna í þessu samhengi líka er að sá styrkur sem að bærinn veitti til Suðureyrar til uppbyggingar á bátnum sem var þar á sumarólu, sem var svona sambærilegt mál þar sem að bærinn hafði kannski langa hríð vanrækt kannski sínar skyldur, að þar náum við að með því að bærinn gefi pening fyrir útlögðum kostnaði og heimamenn og áhuga fólk leggi í sjálfboðavinnu og þá náum við að koma peningunum í raun miklu betri vinnu, sérstaklega í hálaunalandi þar sem erfitt er að ná í iðnaðarmenn. Þannig að ég fagna þessu og mun gefa þessu mitt samþykki. Takk fyrir fleiri sem vilja taka til máls undir þessu liði. Svo er ekki áleggja tillögun til samþykkt með ekki með merki. Og þetta er samþykkt samhljóða. Það var 10. mál. Það eru viðaukar við fjárhagsáætlun 2025.
Tillaga frá 1337. fundi bæjarráðs sem fundur var haldinn 1. september 2025 að bæjarstjórn samþykki viðauka 18 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2025 vegna sölu félagsins heimilisins á Flateyri til hollvina samtaka samkomuhússins. Áhrif viðaukas á rekstrarniðurstöðu samstöðu Ísafjarðarbæjar aukin kostnaður 0 krónur. Áhrif viðaukas á sveitasjóð A-hluta 0 eða óbreytt afkoma í 194.700.000. Áhrif viðaukas á samantekt A og B-hluta 0 eða óbreytt afkoma í 947.500.000. Já, orðið laust þessu lið. Enginn betur orðið þá ber ég þetta upp til samþykktar með ekki merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Á máli 11, það er viðaukar við fjárhagsáætlun 2025, tillaga frá 1377. fundi bæjarráðs sem var haldinn 1. september 2025 að bæjarstjórn samþykki viðauka 17 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2025 vegna endurnýjar og rekstrarsamningi við Hjallastefna vegna Eyrarskjóls. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstöðu Ísafjarðarbæjar aukin kostnaður krónu 0. Áhrif viðaukans á sveitastöðu A-hluta krónu 0 eða óbreytt afkoma í krónur 194.700.000. Áhrif viðaukans á samantekin A og B-hluta 0 krónur eða óbreytt afkoma í 947.500.000. Og orðið er lustundu þessu og Gylfi hefur beðið orðið. Nei, ég ætla ekki að tala. Ég ætla að greiða atkvæði. Já, það ætla að greiða atkvæði. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrar tilheyrendur. Ég vil undir þessum lið ræða aðeins kannski fagfræðina í viðaukunum. Þannig er að hér er aukinn rekstrakostnaður vegna samnings við Hjallastefnuna látin líta út fyrir að kosta bæjarsjóð ekki neitt vegna þess að hægt er að breyta áætlun útsvar sem þessu nemur. Í raun eru þetta tvö algjörlega óskild mál. Þannig er að fjármálastjóri gerir og ýmsir aðrir með henni gera áætlun tekjur og gjöld og svo þegar að líður á árið þá fer að sjást betur hvort að áætlunin standist eða ekki. Og þá hefur hún svona upp í erminni kannski einhverjar áætlanir þar sem að kemur í ljós að tekjur voru vanáætlaðar eða gjöld ofaáætluð. Og þegar það koma þá svona auka kostnaðarliðir eins og þessi Hjallastefnusamningur að þá er þægilegra fyrir ýmsa ferla hér innanhús að gera þetta með þessum hætti. Og ég ger ekki athugasemd við það, ég veit ekki hvernig tölvukerfin virka og svo framvegis og almennt er það ágætt ef að embættiskerfið og bærinn reynir að mæta auknum kostnaði með því að draga saman seglin einhver annar staðar. Hér er því að vísu ekki að heilsa, hér er ekki verið að draga saman seglin, hér er bara verið að uppfæra áætlunina. En það er hins vegar alveg ágætis bragur á því að gera þetta með þessum hætti. Ég vildi bara koma hérna upp og segja þetta eru tvö óskild mál. Hjallastefnan veldur auknum kostnaði en við höfðum vanáætlað tekjur vegna útsvars. Og hér er það látið standast á endum og áhrif viðaukans eru 0. Það má hafa aðra skoðun á því hvort að óskildum atriðum sé dengt saman í viðauka með þessum hætti en það er þá stærri umræða sem ekki verið tekin undir þessum lið ímyndaði mér. Takk Gylfi, fleiri sem vilja taka til máls og Kristján hefur beðið orðið. Svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, við höfum svo sem rætt þetta í bæjarráði nokkrum sinnum og Gylfi svona kannski útskýra það sem hefur rætt þar. Við fengum þá útskýringu síðast frá fjármálastjóra að þetta sé töluvert einfaldara að gera þetta fyrir starfsmenn og þægilegra og þannig að þess vegna hef ég ekki gert meiri athugasemdir við þetta en ég hef verið að benda stundum á það að það er alveg stundum gott fyrir okkur að sjá að við erum að fara fram úr ykkur staðar eða að kemur ykkur auka kostnaðar þannig að við förum aðeins í mínus með áætlanir og svo gæti alveg verið gaman að fá stundum pluss við ykkur sem við fáum aldrei að því við setjum þetta allt í öðruvísi við ykkur en það er svona eina máli en út af því að þetta er einfaldar og þægilega við starfsmenn þá hef ég ekki og ætla ekki að fara með þetta lengra en þetta er ágættir útskýringar hjá Gylfi að fólk hafi þetta þá í huga allavega þegar verið að gera 0 við ykkur.
Takk fyrir Kristján. Það er fleiri sem að vilja taka til máls og ekki, þá ber ég þetta upp til samþykktar. Og þetta er samþykkt samhliða. Þá er allir málokið og fyrir mig fundagerðir til staðfestingar. 12. mál, það er bæjarráð lögðu fram til kynningar fundagerð 1337. fundar bæjarráðsins. Fundur var haldinn 1. september 2025. Fundagerðin í 11 liðum og orðið laust undir þessari fundagerð og Gylfi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur á þessum bæjarráðsfundi sem að hér er til umfjöllunar eða lagður fram til kynningar eru 2 mál sem ég vil taka sérstaklega út fyrir svega. Það fyrra er samþykkt um stjórn Ísafjarðarbæjar. Þetta eru viðaukar 3-12 vegna fullnaðar samþykta. Hér er komið fram mjög vel unnið mál frá bæjarritara sem hefur verið lengi til umræðu það að nefndir annars vegar og starfsmenn hins vegar fái ríkari heimildir til þess að fullnaðar afgreiða mál, séu mál frekar óumdeild og allar forsendur fyrir því að þau séu í samræmi við hefðir eða fyrirliggjandi skipulög eða ákvarðanir. Og þetta gildir allar nefndir. Þetta eru kannski það sem hefur mest áhrif á bæjarstjórnina eru lóðalegu samningar, endurnýjun á þeim og aðrar smávægilegar breytingar sem tengjast lóðalegu samningum og samþykktir sem eru þar að lútandi. Einnig að bæjarráð þurfi ekki að taka skemmtanaleyfi fyrir og ýmislegt annað. Bæjarráð ákvaða að þetta færi beint til nefnda til umsagna og að því loknu verður hægt að senda þetta hingað til bæjarstjórnar og bæjarstjórn þurfa að taka þetta tvisvar fyrir vegna þess að þetta eru samþykktir þess eðlis og svo mun ráðuneyti þurfa að samþykkja þetta líka. Þannig að bæjarstjórn þarf að hafa vakandi auga fyrir þessu. Það voru smávægilegar breytingar sem að bæjarráð gerði á þessu eða svona athugasemdir sem áttu að fara til frekari skoðunar og að einhverju leyti getur málið tekið breytingum í vinnslu, en ég held að það sé samhljómur megindrætti þessa máls. Og þetta er til mikið að bóta. Mál nummer 5 vil ég taka upp einnig. Þar er verið að kynna ársfjórðungsuppgjör eða raunar hálfsársuppgjör og þar sést að við stefnum í að skila afgangi upp á cirka 200 milljónir af A-hluta og mjög ríflegum afgangi af A- og B-hluta samanlögðum. Ef að þið skoði gögnin sem þarna eru undir þá sést að afgangur Ísafjarðarbæjar af A-hluta var 640 milljónir sem er mjög blekkjandi mynd vegna þess að lotur, vegna þess að tekjur og gjöld falla mjög mismunandi innan ársins. En það gengur vel. Það er styrk fjármálastjórn og gengur vel í bænum. Áætlanir tekjur og gjöld hafa haldið að langmestu leyti, mínusarnir jafnast á við plúsana og við horfum björtum augum á seinni helming ársins. Takk, ég vilja fleiri taka til máls þessu lið. Svo er ekki lagt fram til kynningar. Það var 13. mál, bæjarráð lögðu fram til kynningar fundagerð 1330 fundar bæjarráð, en fundur var haldinn 23. júní 2025. Fundagerðin er í 12 liðum. Orðið er laust undir þessu lið. Enginn beðið orðið, þannig að þetta er lagt fram til kynningar. 14. mál, það er bæjarráð lögðu fram til kynningar fundagerð 1331. fundar bæjarráðsins. Fundur var haldinn 30. júní 2025 og fundagerðin er í 12 liðum. Orðið er laust. Enginn er beðið orðið, en þetta er lagt fram til kynningar. 15. mál, það er bæjarráð lögðu fram til kynningar fundagerð 1332. fundar bæjarráðs, en fundur var haldinn 7. júlí 2025. Fundagerðin er í 19 liðum og orðið er laust undir þessari fundagerð. Enginn er beðið orðið, en þetta er lagt fram til kynningar. 16. mál, bæjarráð lögðu fram til kynningar fundagerð 1333. fundar bæjarráðs, sem fundur var haldinn 14. júlí 2025 og fundagerðin er í 5 liðum. Orðið er laust undir þessari fundagerð. Enginn er beðið orðið, en þetta er lagt fram til kynningar. 17.
mál bæjaráð lögð fram til kynningar fundargerð 1334. fundar bæjaráðs en fundur var haldinn 11. ágúst 2025. Fundargerðin í 11 liðum. Orðið er laust undir þessari fundargerð. Enginn er beðið orðið, henni þetta er lagt fram til kynningar. 18. mál bæjaráð lögð fram til kynningar fundargerð 1335. fundar bæjaráðs en fundur var haldinn 18. ágúst 2025. Fundargerðin í 22 liðum. Orðið er laust undir þessari fundargerð. Enginn er beðið orðið, henni er lagt fram til kynningar. 19. mál bæjaráð lögð fram til kynningar fundargerð 1337. fundar bæjaráðs sem fundur var haldinn 25. ágúst 2025. Fundargerðin í 13 liðum. Orðið er laust. Enginn er beðið orðið, þetta er lagt fram til kynningar. 20. mál, það var hafnarstjórn, lögð fram til kynningar fundargerð 263. fundar hafnarstjórnar en fundur var haldinn 27. ágúst 2025. Fundargerðin í 10 liðum. Orðið er laust undir þessu lið. Enginn hefur beðið orðin, þetta er lagt fram til kynningar. 21. máli er nefnd byggingu og slökkvistöðvar í Skutulsfirði, lögð fram til kynningar fundargerð 6. 7. fundar nefndar byggingu og slökkvistöðvar í Skutulsfirði en fundur var haldinn 29. ágúst 2025. Fundargerðin í einum lið. Orðið er laust og Sigríður Júlía hafa beðið orðið. Svar. Já, bæjarfulltrúar og forseti, bæjarfulltrúar og aðri tilheyrendur. Ég náttúrulega verð að komast smá í pontu, fá aðeins við, en með slökkvistöðina þá á þessum fundi þá áttu við Teams fund með hönnuðum væntanlegrar slökkvistöðar. Á þessum fundi var ákveðið að þeir kæmu hingað í vettvangsferð sem að var bara núna í fyrradag, þar sem að þeir komu og skoðu aðstæður og við skrifum undir samning verkefnið. Hlutinu muni gerast mjög hratt núna. Við eigum von á frumdrögum núna eftir hálfa mánuð og þá getur nefndin rýnt það og svo fáum við þetta aftur með þá kostnaðarmati undir lok mánaðarins. Þannig að þá munum við leggja fram kynningu í bæjaráð á því. Síðan ætla ég að segja líka frá því að á morgun klukkan 3 stendur til að taka fyrstu skóflustunguna, þannig að það sé hægt að fara að vinna því að hreinsa lóðina og undirbúa grunninn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið er laust en þá enginn er beðið orðið, þá legg ég þetta fram til kynningar. Þá erum við í 22. máli skipulags- og mannvirkjanefnd lögð fram til kynningar fundargerð 657. fundar skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 28. ágúst 2025. Fundargerðin í 17 liðum og orðið er laust undir þessu lið. Nanný beðum orðið svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla að fara hérna yfir þennan fund og margt að dagskrá mikið að gera. Ég ætla að byrja á lið númer 2 sem er Eyraklágur og Ísafirði skipulags- og matslýsing. Það lá fyrir fundinum drög að skipulags- og matslýsingu sem Eyraklágur hefur gert vegna þessarar uppbyggingar í tengslu við kláin. Við höfum fengið aðila frá Eyrakláfi inn á fund til okkar nokkur sinnum í sumar og hitt á óformlegum fundum út í bæ. Auk þess hafa þeir haldið íbúafund sjálfur og það kom inn athugasemdir frá íbúum út af vinnslutillögunni á fyrri stigum. Það hefur alltaf verið samdóma álit nefndarinnar að bílastæðið fyrir framan, bílastæðið sem er teiknað inn á teikninguna núna sé mjög stórt og við hefum alltaf gert athugasemdir við það að það sé bara yfirhöfuð möguleiki að fara upp með stóra þung ökutæki inn á Hlíðaveg og upp á þetta bílaplan.
íbúar, þegar þeir héldu íbúafundin sem að okkur var svo sem ekki boðið á því við erum ekki íbúar og skiptir ekki máli, en hérna fengum upplýsingar af það að íbúar á þeim sem mættu á þann fund lýstu einnig yfir áhyggjum sínum af því að það er mikil þungaumferð sem að færa þarna og þeir sagði ekki fyrir sig hvernig hérna stórar 50 manna rútur kæmust í rauninni bara veginn og þarna upp á bílastæðið. Og sama var með athugasemdirnar sem við fengum frá íbúum þegar drög að þessari vinnslu tillögu var auglýst. Það var gerð umferðarkönnun og hérna í könnuninni sem er líka partur af þessari greinagerð sem að fylgdi með vinnslutillögunni kemur fram að umferð Hlíðaveg og Hjallaveg muni aukast verða þreföld sú sem hún er í dag og að öllu þessu samanteknu og við töldum reyndar að við höfum komið skilaboðunum mjög skýrt áleiðis í öllum þeim bókunum sem við höfum gert eftir þessa fundi með bæði Eflu og aðilum sem hafa komið frá Eyrakláfi en Efla vildi fá mjög skýra bókun frá okkur varðandi hvað það var sem við vildum og þess vegna gerðum við þessa bókun að við bara hreinlega vildum ekki svona stórt bílastæði því að stærð bílastæði sem smiðast við að Kláfur sé byggður, það sé búið að byggja veitingahús og það sé búið að byggja hótel. Þannig að við leggjum áherslu á að kannski horfa fyrst á plan 1, fyrsta áfanga og miða stærð bílastæðins við fyrsta áfanga og svo segja þeir er sagt í umferðaröryggisgreiningunni sem að þeir gerðu að sveitafélagið yrði að sjá til þess að vegirnir Hlíðaveg og Hjallaveg yrði það vel styrktir að þeir myndi þola svona þunga umferð. Þannig að við viljum í rauninni bara setja þetta í hina áttina við teljum að vegir Hlíðaveg og Hjallaveg séu ekki það vel styrktir að þeir þola svona stóra og þunga umferð. Þar leiðandi beinum við þessum bílum bara eitthvað annað. Og það er ástæðan fyrir þessari bókun okkar. Einnig ætlaði ég að hoppa í það er heimabæjarstígur 3 í Hnífsdal, þar sem er óskum breytingu á skráningu vegna landnotkunar og það er hús sem að stendur fyrir þá sem er ekki kunnugir staðháttum, sem stendur svona örlítið fyrir ofan félagsheimili í Hnífsdal og er á bullandi snjóflóðahættusvæði, hættusvæði C. Fyrir snjóflóð 94 þá var verið að endurbyggja þetta hús og var verið hugurinn stemdi að búa til fjölbýlishús. Svo kemur snjóflóð 94 og þá er þetta allt endurmeti og þetta er hættusvæði C. Eigandi þess hús held ég að hafi gefið við björgunarfélaginu og þá hafi húsið verið breytt skráning á húsinu úr því að vera íbúðarhús í að verða þjónustuhús. Húsin í kring eru hins vegar öll í frístundabyggð. Þannig að þetta er eina húsi sem var öðruvísi skráð og viðkomandi aðilar í rauninni að fá að sækja að hann megi skrá þetta sem frístundabyggð og hugur hann stendur til að leigja það út yfir sumarmánuðina. Við tókum umræðu þetta, við sendum beiðni til Veðurstofunnar þeirra mat. Veðurstofan bendir bara á að það sé ekki heimilt að vera í þessum húsum yfir vetrartíman og ég held að sé frá 1. nóvember til 30. apríl en þannig að við bara sáum ekki til fyrirstöðu að samþykja að þeir fengja að breyta skráningunni því þeir ætla að nota það yfir sumarmánuðina. Það er ekki snjóflóðahætta þá og öll önnur hús þannig kring eru frístundabyggð og það var ástæðan fyrir því að við samþykktum þetta. Annað mál sem ég ætla að ræða við ykkur er umsókn stækkun lóðar í Hnífsdal í Ísafjarðarvegi 6. Þessi fundur snýrist bara aðallega Flatir og Hnífsdal sem er vel, flesti fulltrúar í bæjarstjórn eru Flatir eða Hnífsdal. En við höfnuðum ósk lóðarhafa á Ísafjarðarvegi 6 stækkun þar sem að stækkunin myndi þá eyðileggja 2 byggingarlóðir sem eru núna áætlaðar í Hnífsdal og það eru þá 2 af 3 byggingarlóðum sem eru til á Hnífsdal á svæði þar sem að hvorki þarf að verja byggð eða er á hætta
eða er á hættusvæði. Þannig að þetta er kannski eitthvað sem þarf að taka áfram og hvort að við viljum í aðalskipulagsvinnunni. Og svo er það bara síðasta máli sem ég vildi ræða það er gamli malarvöllurinn á Skeiði. Þar var Orkubúið að biðja að setja upp stöðuleyfi vegna framkvæmdana sem að þeir eru að fara í við jarðhitasvæðið og það nokkur umræðum það á fundunum og þá aðalegi þá hvað ættum við þá að gera við kríurnar ef að þeir ætla að vera þarna með mannvirki en við ákvaðum samt að bóka þetta bara frekar svona hlutlaust. Takk. Takk fyrir þetta, Nanný. Gylfi, við beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég var fyrir ekki svo löngu síðan á Hvolsvelli. Þar reis fyrir nokkrum árum síðan mannvirki sem að hýsir eldfjallasetur nokkuð sem að laðar að tugþúsundir gesta á hverju ári, hefur fjölgað störfum sem eru eftirsótt og valdið og skapað uppbyggingu af öðru tagi á Hvolsvelli. Í kynningu sem að ég fekk þar kom fram að þau hefðu fyrst skoðað að fara til Hellu en að viðmót á skipulagssviðinu hefði valdið því að þau hafi farið á Hvolsvöll og það hafi ráðið miklu í þeirri ákvörðun að þau fóru til Hvolsvallar en ekki á Hellu. Ég kem hér upp vegna þess að hér eru 2 mál sem að minna mig á þetta. Það eru breytingar á deiliskipulagi vegna Kláfsins þar sem að mjög miklar athugasemdir eru gerðar við umferðargreiningar ýmiss konar og öllu þessu náttúrulega öllu þessu dengt á náttúrulega framkvæmda aðila en sko ég fæ ekki séð að það sé verið að sýna kannski endilega sko, svona þann liðleika eða þann svona það frumkvæði að hittast á miðri leið, til dæmis með þetta hvort að rútur geti keyrt Hlíðaveg og Hjallaveg. Ég held að þessu hægt að gera ýmsar breytingar og gera tillögur að því sem að hægt er að þannig að hægt sé að liðka frekar fyrir þessu. Svo er önnur afgreiðsla þarna sem að snýst um hraðhleðslustöðvar sem er mál númer 11. Þar er sko aftur verið að segja nei við umsóknum hraðhleðslustöðvar vegna þess að það liggur ekki fyrir skipulag og ég fæ ekki séð að á bókun nefndarinnar séu það er skipulagfulltrúar falið að skoða almennt lóðamál fyrir hraðhleðslustöðvar sem að kemur óvart vegna þess að þetta er ekki fyrsta skipti sem að hraðhleðslustöðvar hafa fengið nei og ég hélt að væri löngu búið að skoða þetta er mér aðeins hugleiki núna vegna þess að núna er búið að kæra fyrstu húsbyggingu hér í bænum til lengri tíma. Það er búið að kæra hana margoft á fyrri stigum. Allar skipulags breytingar, allar svona skipulagsferli eru sko, hvert skref virðist vera lítið en þegar þau safnast saman verða þau vikur og mánuðir og jafnvel þannig að það verði ekki af þeirri uppbyggingu sem að var stefnt. Við höfum verið mjög nálægt í með þetta hús sem er verið að byggja núna niður á Eyrinni. Ég vona að það haldi áfram þrátt fyrir þessar kærur og að bæjaryfirvöld standi í lappirnar. Allavega vil ég ekki að gerðar verið breytingar á þessu og að ég vona að framkvæmdaraðilar haldi áfram, að við náum að þétta byggð og við náum að uppfylla þær kröfur sem að gerðar eru til okkar í húsnæðisáætlunum og ósamþykktu svæðisskipulagi og svo framvegis. En ég vildi með þessum óskipuluðu orðum hvetja okkur til dáða að reyna að liðka fyrir frekari uppbyggingu. Takk fyrir þetta. Sigríður Júlía hefur beðið orðið, Sval. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla að taka til máls undir liður númer 9 í þessari fundagerð. Það er Heimabæjarstígur 3 í Hnífsdal. Þar sem að var verið að samþykkja að breyta skráningu úr þjónustuhúsi í frístundabyggð, þar sem að það eru fleiri hús þannig í nágrenninu
í frístundabyggð og talað þarna að viðvera sig óheimil frá 1. nóvember til 30. apríl. Sko, það nokkur önnur svæði hús í sveitafélaginu sem einmitt á svona svæðum og þar sem að þetta einmitt talað að það viðvera sig óheimil en það ekkert þinglist í því og það í rauninni almannavarnir hafa ekki valdið eða þú veist það hefur engin vald það þarf að fara á handbanka og tékka hvort að það sé einhver í húsunum ef það kemur upp hættu ástand og við höfum heyrt af því að sveitastjóri hér í nágranni við okkur hann hefur þurft að vera að fara og banka upp á og reka fólk út sem að sinnir ekki því að fara úr húsum sem að einmitt stendur að það viðvera sig óheimil á einhverjum ákveðnum tíma. Þess vegna finnst mér þetta pínu, ég set spurningamerki við þetta og ég hef áhyggjur af þessu. Hvaða línu við erum að setja. Mér finnst þetta allan ekki verið í takti við það sem að hefur verið rætt í almannavarnanefnd og það sem að hefur komið fram í samtölum mínum eins og við ofanflóðadeild Veðurstofunnar. Þannig að mér finnst þetta pínu og ég hef áhyggjur af þessu. Svo það sé sagt. Takk fyrir þetta. Kristján bæðið málið. Forseti Bæjarfulltrúar, ég hef enga ára að gera þessu. Mér finnst ekki það því að við gefum leyfi til frístundahúsnæðis, það bara löggjafans að setja reglur og löggjafans að fylgja því eftir að fólk sé ekki að inni. Löggjafan getur bara búið til lögum að á þessu svæði máttu vera á ákveðin tíma inni. Það það bara lögreglan ekki bæjarhöldar að ágjöra því. Það fólk sem vil hafa frístundahús bara í júní, júlí, ágúst, þá finnst mér bara ekki dagi. Takk fyrir þetta Kristján og Nanni beðið orðið til þessu lið. Ekki svo vel. Forseti Bæjarfulltrúar, fara yfir nokkur atriði varðandi vangaveltu Gylfa að þessi bókun sé að tefja skipulag við uppbyggingu Eyraklofs á Ísafirði þá eins og ég tók fram í upphafi þá erum við búin að funda með þeim allnokkur sinnum þar sem að við erum mjög jákvæð og tökum það alltaf skýrt fram, við erum mjög jákvæð fyrir þessu verkefni og viljum endilega að það fara af stað en ég held að fyrsti fundur sem við tókum við þau bílastæði sjálft hafi verið tekin í maí og ég vil svolítið meina að það sé kannski þeirra megin að þeir eru búin að senda okkur tvisvarsinnum vinnslutillögur þar sem þeir hafa ekki gert neinar breytingar á bílastæðinu öðru en því að þeir hafa tekið út snúningsstæði fyrir rútur, það var gert á seinni stigum og það ekki breyting á bílastæði eins og við höfum talað við þá og svo kemur þessi krafa að þeir verkfræðistofan vill bara fá mjög greinagóða bókun frá okkur það hvað við sannarlega viljum. Í samtölu mínum við aðilana sjálfa sem eru með þetta verkefni Eyraklóf EHF, þá voru þeir bara algjörlega líka samstíga að það að finna aðrar leiðir til þess að leggja stórum bílum og þeir voru alveg viljugir í það verkefni. En hins vegar þetta vinnslutillagan bílastæði og það sem bílastæði skiptir höfuðmáli, útfærslu og atriði á því hvar á að leggja bílum og hvernig á að fara með fólk á milli kannski á seinni stigum, en við vildum endilega benda þeim líka á það að það væri snjallt að koma fyrir göngustíg á milli Hlíðavegsblokkarinnar og Hlíðavegs 1 sem upp í Kláin, þannig að þeir sem vilja ganga, þeir geta bara gengið þar beint upp í Kláin sjálfan. Varðandi málefni 8, þá eins og ég sagði, þá fengum við umsögn frá Veðurstofunni. Veðurstofan lagðist alls ekki gegn þessu og þar sem að ég svo vel gift að eiga mann sem vann við þessi mál í mörg ár, tók þetta samtal við hann og til þess að upplýsa mig og aðra það hvað í þessu fælist, þá þetta bara alveg skýrt, það má ekki vera þarna frá 1. nóvember til 30. apríl og það ekki bæjarstjóra eða bæjarstjórnar að hafa eftirlit með því, það löggjafans. Þetta lög og reglur sem
eru settar á hæðri stigum heldur en í sveitarstjórn. Það ekki við sem ákveðum hvar hættusvæði og hvar ekki hættusvæði. Og með því að það sé óheimilt að vera þarna og meðan það hætta og það sannarlega hætta á veturnar en ekki á sumrin. Og okkur fannst bara meira spennandi að sjá þetta hús í einhverjum uppbyggingafasa heldur en að fjúka og hafa út. Þannig að nefndin var öll sammála að leyfa þessar breytingar. Varðandi lóðirnar hraðhleðslu stöðvarnar að þá hefur sannarlega komið inn umsóknir frá ýmsum aðilum að fá að setja upp hraðhleðslu stöðvar og skipulagsfulltrúi að taka saman, hún var bara ekki búin að ganga frá því hvar við getum vísa á lóðir því að það eru margar óskir frá aðilum sem að setja upp hraðhleðslu stöðvar. Við erum sannarlega með lóð við hliðina á neðsta kaupstað, hefum bent fólki á þeir geta sótt þá lóð og þar megi setja upp stöðvar, en þá þykir fólki þær vera of fjarri kaffihúsum eða verslunum, þannig að það bara núna verið aðeins að leggjast yfir að hvar getum við vorum búin að bjóða við Nettó þar sem að sveitarfélagið á lóðir sjálft og það fyrirtæki sem við bjóðum því fyrirtæki fyrir hverja hálfum mánuður síðan eða mánuður þar sem við lögum það til að það geti fengið að vera þar. Þannig að það bara betra að hafa þá eina, tvær lóðir á taktinunum til þess að geta bara skellt í fram því það alveg algjörlega vöndun á svona stöðvum fyrir rafmagnsbíla. Takk fyrir þetta Nanný, við erum enn á 22. máli, fleiri sem vilja taka til máls. Sorry. Guðný. Nei, Sædís. Vá, ég byrst afsökunar þessu alveg sló út núna. Ég þakka fyrir þetta. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér langaði að nefna tvennt varðandi þetta, varðandi þá aðgengi að kláf eins og Gylfi kom hérna inn áðan með sögutengda Hellu og Hvolsvelli, þá langar mér svo sem líka að benda á að mikil uppbygging hefur verið í Hveragerði í tengslum við ferðaþjónustu þar og þar töluverður spotti sem að fólk þarf að labba frá bílastæði og upp brekkuna áður en að það tekur þar þátt í Zipline, já, akkurat, í Zipline og ég sé þá í rauninni ekki ástæðu til þess að rútur þyrftu endilega að keyra eins og hefur verið nefnt veg sem höndlar illa slíka umferð, að freka væri þá að huga að stæði neðar eða snúningsplani á öðru stað og fyrir þá sem að eiga þá erfitt með gang væri hægt að leysa slík vandamál með öðrum léttari tækjum. Síðan varðandi þá frístundahús sem eru á snjóflóðahættusvæði, þá tel ég nú líka akkurat að slíkt heyri náttúrulega undir löggjafan að fylgja eftir, en ég get þó líka tekið undir athugasemdir sem hafa komið varðandi þessa löggjöf frá þeim sem eiga slík frístundahús sem snýr náttúrulega að því hversu mismunandi tími það eftir svæði hvenær þau mega vera í slíkum húsum, en þannig ég get tekið undir kannski báðar hliðar þarna, vissulega viljum við ekki að fólk sé að dvelja á þessum svæðum þegar snjóþungt og fleira, en hugsanlega þarf að horfa til þess líka að við getum komið til móts þar meira. Takk fyrir þetta, Sædís. Fleiri sem vilja taka til máls til þessa liði? Svo ekki, þá leggjum við þetta fram til kynningar. Þá erum við komin í síðasta 23. mál, það skóla íþrótta og tómstundanefnd til að fram til kynningafundagerð 28. fundar skóla íþrótta og tómstundanefndarinn. Fundur var haldinn 27. ágúst 2025, fundagerðin 5 liðum, orðið laust undir þessu lið og Nanný að biðja orðið ekki svo vel. Ég get ekki sagt mikið. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Ég ætla að ræða við ykkur
Síðasta lið fundargerðarinnar fjarveru nemenda og unglingastig í skóla árið 24 til 25. Þessu hefur verið, sagt hefur verið frá þessu í landsblöðum, ekki bara okkar ágæta fjölmiðli heldur einn í landsblöðum þar sem þetta hefur tekið upp og alls konar umræður hafa skapast hvað þetta sé og hvernig standi á þessu. Það kemur reyndar skýrt fram í þeim gögnum sem að við fengum, hvernig þetta skiptist og það var góð mynd af því í BB. En það sem sagt þannig að á unglingastígi held ég þetta séu 24 dagar á ári, skóladagar, þá ég ekki að tala það ekki tekin frí þarna með, þetta bara skóladagar þar sem að börn eru fjarverandi frá námi. Það skiptist svolítið misjafnt milli árganga hvernig fjarvistirnar eru, en þær eru langmestar í 8. bekk. Þær voru meðaltali 28 fjarvistir á nemanda á skólaárinu, þessum 9 mánuðum, þannig að þetta rúmi mánuður sem að hvert á eitt barn í 8. bekk var ekki í skólanum. Það skiptist þannig og það kannski var það sem kom mest á óvart að það skiptist þannig að fjarvistirnar voru 13,1 dagur vegna veikinda og ég var að segja, mér finnst það mjög mikil veikindi hjá 13-14 ára börnum að vera 13 daga veik á vetri. Þau voru 10, eitthvað daga frá vegna leyfis, þau voru 2, eitthvað daga frá vegna læknisheimsókna og þau skrópuðu í 4. Þannig óskýrðar fjarvistir hétta. En þetta var eitthvað sem okkur finnst athugavert. Það náttúrulega skólaskylda en á sama skapi þá höfum við rætt og hefur verið rætt í þessari umræðu, börnin okkar þurfa að fara lengri veg til þess að fara til læknis en það kom sannarlega fram að það eru ekki nema tæpir 3 dagar þar sem þau eru fjarverandi vegna læknisheimsókna. En hins vegar finnst mér þetta áhugavert með veikindin og það kannski eitthvað sem að það sannarlega ekki þannig að öll börn 14 ára börn séu veik í 13 daga, þetta náttúrulega meðaltal þannig að maður hefur bara stórar áhyggjur af því hvað það stór hópur sem fjarverandi vegna veikinda í lengri tíma og okkur langar svolítið að skoða það nánar. Mér langaði bara að upplýsa ykkur þetta því að þetta var í fréttum og það voru svona ýmsar vangaveltur hvað væri á bakvið þessu tölur en það hægt að sjá það inn á gögnunum okkar. Takk fyrir þetta. Fyrir sem vilja taka til máls þessu lið. Svo ekki, þá þetta lagt fram til kynningar og fundir slitið klukkan 18:01.